Benedikt Guðmundsson. Benni, vindum okkur bara beint í næstu verkefni sem á föstudagskvöldi, útileikur hjá strákunum á móti Ármanni. Það nú eins og einhverjum myndi segja að þið farið og tækið þetta með Einari, en eftir 2 tapleiki í röð þá náttúrulega verðið að mæta eins og menn til leiks, ekki satt? Jú, það segir sig sjálft og þurfum bara náttúrulega að mæta eins og menn í alla leiki. Það alveg sama við hverjum erum að spila. Fyrsta lagi náttúrulega þurfum við bara að ná góðum leikjum. Það bara númer 1, 2 og 3. Þannig að við erum bara að horfa í það að spila vel, ekki góða kafla og ekki bara vel öðrum megin á vellinu, heldur báðum endum vallarins og eiga góða heilstætta leiki. Þetta náttúrulega svona, ég að reyna að skauta fram og að vera að geta koma mikið inn á valsleikin, en það náttúrulega þar var tap sem kannski var óþarfi að tapa ef að menn hefðu nú spila bara eins og þeir geta best. Já, það þetta að líta á þetta á alla vegu og ég ætla ekki að taka neitt frá valsliðinu. Þetta efsta liðið í deildinni, taplausir og hörku lið, en það voru atriði sem við geta gert betur, sérstaklega sóknarlega, til þess að vinna þann leik og síðustu 2 fyrst mér við búin að vera að spila svolítið upp í hendunar á andstæðingunum, en á móti hafa strákarnir verið að spila hörkuvörn og við erum að fá okkur langfæst í deildinni og svona, en það vantar aðeins meiri gæði hjá okkur í sókninni sem við þurfum að fínpússa betur. Leggja náttúrulega að halda bara þessum góðum varnarleik áfram og já, leggja meira hóðust á hitt. Það kemur kannski að sjálfum sér. Já, ég meina, leikur liðsins langt frá að vera fullkominn og þess vegna erum við að æfa hérna 5-6 sinnum í viku til þess að verða svona nokkuð komplít, og ef þetta væri allt í himnalagi þá þyrftum við ekkert að vera að æfa hérna, þá myndum við bara mæti leikina. Þannig að það nokkur atriði og fullt af hluti sem við þurfum að halda áfram að vinna í og verða betri og vonandi verður að koma í lag sem allra fyrst. Og það náttúrulega eins og segir, það alveg sama hvaða lið það það náttúrulega þurfa allir að æfa og leggja sig fram á milli leikja. Já, ég meina út af það gengur þetta og við ætlum að reyna að vera bara sem betra lið eftir sem líður á tímabilið. Þetta náttúrulega vont að tapa leikjum því að það ekkert nóg bara að taka þetta í úrslitakeppni. Það 1 sæti sem fyrir það lið sem endar efst og spila svona jafn best yfir veturinn sem fær að fara beint upp og líklegast erum við búin að missa af því sæti, en það annað sæti eftir og við ætlum að taka það. En allavega leikurinn við Ármenningar á föstudagskvöldi væntanlega klukkan 20 ef við líkvanlega þurfum við ekki að stíga alla þóstara sem á höfuðborgarsvæðinu að mæta og stíga liðið til sigurs. Að sjálfsögðu og vonandi slatti að norðafólki statt í Reykjavík, annarkot búsett eða helgina sem að nýti tækifærið og skelli sér í kennaraháskólan og kíkir á körfuboltaleik. Það eins og einhver góður maður sagði við mig fórum dag að Palli, það búa kannski 18 manns á Akureyri, þú 8 á einu, það búa jafn margir Akureyringar í Reykjavík eða á því svæði. Já. Þannig að það nóg mönnum þetta fyrir sunnan. Já, það gott að heyra og vonandi mætir einhver hluti af því fólki á leikinn og styður okkur. Benni, gangi ykkur vel. Takk fyrir það.